Umboðsmaður Alþingis kannar nú lögmæti verðtryggingar höfuðstóls og hefur krafið seðlabankastjóra svör þess efnis. Umboðsmaður Alþingis hefur krafið seðlabankastjóra skýringa á reglum sem heimila verðtryggingu á höfuðstól lána. Hagsmunasamtök heimilanna segja þetta veigamikið mál fyrir heimilin í landinu en þeir sendu kvörtun til umboðsmanns þetta. Jónas Margeir Ingólfsson segir frá. Hagsmunasamtök heimilanna kvörtuðu til umboðsmanns Alþingis en þau telja það ólögmætt að verðbætur séu lagðar við höfuðstól lánsfjár. Þau byggja þessa skoðun sín á lögum vexti og verðtryggingu en í þeim segir að verðtrygging sé þegar skuldari lofar að greiða peninga þar sem umsamið að greiðslurnar skuli verðtryggðar. Hagsmunasamtökin telja því lögin einungis gera ráð fyrir því að bæta megi verðbótum við greiðslur af láni en ekki höfuðstól þess. Reglur Seðlabankans kveða hins vegar á að höfuðstóll láns skuli breytast í samræmi við vísitölu neysluverðs. Það að verðtryggja megi höfuðstólinn. Umboðsmaður Alþingis kannar nú málið og hefur sent Seðlabankanum bréf þar sem þess krafist að Seðlabankinn útskýri á hvaða lagagrundvelli reglur hans að verðtryggja megi höfuðstól lána séu reistar. Umboðsmaður bendir á að ákvarðanir stjórnvalda verða að eiga sér stoð í lögum. Þá tekur hann það jafnframt fram að af þeim gögnum og upplýsingum sem hann hafi kynnt sér verði ekki fyllilega ráðið hvernig framkvæmd þessara mála hafi verið háttað á liðnum árum. Þess krafist að bankinn svari bréfi umboðsmanns eigi síðar en 27. ágúst. Formaður Hagsmunasamtaka heimilanna segir að ef niðurstaða umboðsmanns Alþingis verða verðtrygging höfuðstóls sé ólögmæt muni það hafa mikil áhrif á heimilin í landinu. Við ákváðum að fara þessa leið vegna þess að við teljum að við, borgarar þessa samfélags, eigum að geta leita til þeirra stofnana sem eru gerðar til þess að sjá til þess að stjórnsýslan fari að lögum. Að þær stofnanir sem við byggjum þetta samfélag á, að þær fylgi þeim lögum sem að landið á að byggja á. Andrea óttast hins vegar að ef umboðsmaður Alþingis kemst að sömu niðurstöðu og Hagsmunasamtökin muni það ekki duga til. Já, við höfum nú búið við það hérna á Íslandi að álit umboðsmannsins nú bara oft hunsað og það viljum við náttúrulega ekki sjá komist þannig að niðurstöðum að þarna sé galli á framkvæmdinni. Þá viljum við auðvitað að það sé leiðrétt. Verðtrygging lána hefur verið reiknuð vitlaust í áratugi ef marka má lögfræðiálit sem Hagsmunasamtök heimilanna létu gera. Umboðsmaður Alþingis hefur tekið málið til rannsóknar og óskað eftir gögnum og skýringum frá Seðlabankanum. Umboðsmaður Alþingis nú með til skoðunar mál frá Hagsmunasamtökum heimilanna þar sem fullyrt að verðtrygging á lánum hafi verið rangt reiknuð langt skeið. Umboðsmaður hefur óskað eftir gögnum frá Seðlabankanum. Hagsmunasamtök heimilanna létu skoða öll lög sem sett hafa verið verðtryggingu frá því henni var fyrst komið á árið 1966. Samkvæmt álitinu ekki stoð í lögum fyrir því að reikna verðbætur á höfuðstól lána eins og tíðkast hefur, heldur eingöngu heimild til að verðbæta afborganir. Það heldur ekki heimild til þess í núgildandi lögum að bæta alltaf verðbótunum ofan á höfuðstólinn sem myndar þessi margfeldis áhrif sem að gera það verkum að fólk að borga lánin margfalt tilbaka. Málið hefur verið kært til umboðsmanns Alþingis sem hefur óskað eftir skýringum frá Seðlabankanum. Í bréfi umboðsmanns segir að hann sjái ekki af þeim gögnum sem hann hafi hvernig þessum málum hafi verið háttað og óskar því eftir að bankinn afhendi gögn sem skýri framkvæmd þessara mála á liðnum árum. Óskar umboðsmaður eftir því að Seðlabankinn svari fyrir 27. ágúst. Samkvæmt útreikningum Hagsmunasamtakana getur munurinn á aðferðunum við útreikningin skipt tugum milljóna á hverju 10 milljón króna jafngreiðsluláni. Fyrir 10 milljón króna lán, 5% vexti og 7% verðbólgu til dæmis erum við að greiða 83 milljónir tilbaka með jöfnum afborgunum, 120 milljónir tilbaka með jafngreiðslulánum. Þetta er okurlánastarfsemi og ekkert annað.